Þetta hafði verið rigningasamt sumar en þessa nótt rigndi eins og hellt hefði verið úr fötu. Og þar kom að því að tjaldið gaf sig. Ég hljóp út í nóttina og það vildi svo sem til að næsti bær við var Brautarholt, þar sem hann Samúel bjó. Góða kvöldi. Gott kvöld. Nokkuð séns að fá hjá þér húsaskjól í nótt? Ég að vinna hérna við mælingar og tjaldið mitt það hríflekur. Það er hljóta verið í lagi, ungi maður. Viltu ekki bara ganga með mig hérna út í kirkju? Jú, þakka þér fyrir það. Þarna var ég staddur inn í guðdómlegu listasafni, sem auk þess var kirkja. Rammarnir utan af myndunum nostursamlega útskornir af gamla manninum. Og það var eins og altaristaflan lifnaði við í bjarmanum að utan. Ég hreinlega vissi ekki hvort mig var að dreyma þessa nótt þarna í kirkjunni. Já, þetta er nú perspektív. Þig, vakti ég þér nú með háanum í mér. Góðan og blessaðan daginn, má ekki bjóða þér kaffisopa? Jú, þakka þér. Já, þakka þér. Þetta er nú eins og heilt listasafn hjá þér. Ekki veit ég það nú. Listasafnið mitt er nú hérna við hliðina, en mér finnst þetta ágætt að vera hérna í kirkjunni og dunda mér svona við eitt og annað.
Já, já. Þessi kirkja sem ég ætla að byggja hér ber sama nafn og þú, Pétur. Nú? Ætlar það byggja þetta hér? Já. Úr steinsteipu. Steinsteipu. En þú vilt nú kannski líta aðeins út fyrir og svipast betur um? Jú, þakka fyrir það. Þetta eru nú sérstakar byggingar hjá þér. Já, ég hef svona verið að dunda mig við þetta. Passaði á stæginu þarna. Það er til þess að tunnspýra fjúk ekki. Það gera oss að leiðinu rókina. Já. Hvenær byrjaðu þú á þessu? Já, ég byrjaði nú ekki á þessu fyrir ég fór að fá blessaðan ellistyrki minn. Síðan hef ég nú verið að bjást að vera að koma þessu upp hægt og rólega. Í þessu húsi ætla ég að hafa listasafnið mitt og íbúð og nóg veggpláss handa myndanum mínum. Stendur þið einn í þessum framkvæmdum? Já, þetta er náttúrulega miklar framkvæmdir hjá mig. Hérna er átt á tjörn með ungarinn sína tvo bækinu. Þetta er sækir. Og strákar að gefa hann að éta. Þetta er svo yngri sangaróra. Þú veist kannski sjá ljónagóðsbröðin minn. Já. Hvernig það virkar? Jú, það verður gaman. Passaðu nú! Æ, passtu blöytur! Já, þetta er nú aldrei fín bunna hjá þér. Hér er nú hann Leifur heppni. Hann stendur hér, ber hönd fyrir augu og er að finna Ameríku. Nú skulum við koma inn fyrir og fá okkur eitthvað í gogginn. Þakka þér fyrir það. Gömlu munina Samúels, líkönnin og alla hlutina. Já, þetta drafnaði allt þarna niður, sko, á staðnum. Þetta var svo mikið límt saman, margir smáir hlutir, þetta var límt saman, sko. Og þetta var allt að hrynja sundur. Rakinn er svo mikið þarna í þessu. Við langaði til að sýna þér hérna smá hlut. Þetta er legsteinn sem gamli maðurinn gerði yfir Salóme, konuna sína. Já, svona voru öll hans verk. Og það var mikil sköpunargleði hjá gallamanninum.
og hann notaði sumrin til þess byggingar úti við, en á veturnar þá vann hann inni við að mála og skera út. Heldurðu nokkuð, Benedikt, að Péturskirkjan sé til einhvers staðar? Seinast þegar ég sá hana, þá var hann upp á altarinu í kirkjunni hjá gamla manninum og mikið fælinn að láta á sjá. En hún er ljós í mínum huga eins og hún var í fullum skrúða. Hvað ertu búin að búa hérna lengi saman? Já, ég er nú eiginlega búin að búa hérna alla mína ævi. Ég er fæddur í Mosdal, hér innar í Arnarfirðinum og bænum Horni, sem er nú vist ekki lengur á kortinu, að mér skilst. Faðir mig hét Jón Þorsteinsson og móðir mín Guðríður Guðmundsdóttir. Ég átti nú satt að segja meira saman við hana Sælda, því faðir minn, blessaður, hann dó þegar ég var enn óviti. Þeir má ekki bjóða mig meira þessari slettu, þetta var svo lítið sem hún fjast. Jú, þetta er alveg príma grautur hjá þér og fyrirtagsbrauð. Já, það er... Kaupirðu þetta inn á Bíldudal? Nei, ég bjóð þetta nú til Stjárur, ég bakaði þetta. Já. Það held ég nú. Það held ég nú. Þið móðurinn, þið fluttuð svo hingað? Nei, við móður mín fórum á flakk og gerðum sleiguliðar á hinum og þessum hjálegum, fyrst á Barðaströnd, en fljótlega fluttumst við aftur hingað yfir í Arnarfjörðinn og ílendumst hér í Selárdal. Hörru, þetta var nú sem meiri rigningin í gærkvöldi. Já. Hefur þetta að tjaldið sér til nokkurs brúks lengur? Nei, það held ég. Þú getur fengið að liggja í kirkjunni bara alveg eins og þú vil. Já, ég þakka þér fyrir það. Eitthvað sýnist mér að nú vera að skána með veðrið. Jam. Ég er nú bara alls ekki frá því. Já. Þessum karakter út úr ljónanum hefði sennilega enginn náð nema Samúel, sko. Sumum hefur þótt þetta kannski líkara aðeins hestum, en það er sennilega bara ágætt, sko.
Í raun og veru eru þetta íslensk svona hestaljón eða ljónhestar. Þetta er virkilega fín ljón, sko. En ég álít að þegar þarna var komið, það var einhver með til að komst að fór að fá ellilögin og gæti svona hætt svona búskapabasli sem var nú aldrei stór bóndi í sér, held ég. Það var meira fyrir svona yfir. En þá fór hann að njóta sín og hann virtist hamingju sem var standi í þessu. En til að standi í þessu hefur þurft óskaplega elju. Samanber þegar hann ber á bakinu allt steypuefni neðan og fjöru og í heilu húsinu og fjöru. Sko, hann byggði þessi hús fyrir öllu launingi og þá getið þú ímyndað ykkur í fyrsta lagi hvað þau voru og í öðru lagi annan stað hvað litlu hann hefur látið sig hafa að lifa til þess að geta gert þetta. You startled me. I've been here for days without seeing anybody. I didn't know anybody was here. I didn't mean to frighten you. My name is Pétur. Hello, my name is Maria. Hello, how do you do? Very well. Oh, I see you found my measure tape. Thank you. I've been looking for it everywhere. Yours? Yes, thank you. Maybe, could you maybe help me a little bit to measure this wall? Yes, yes, of course. Yes, would you do that? Mm-hmm. Thank you. If you could just stand here and hold this. Thank you. You know, I'm studying architecture and Really? I'm trying to draw these wonderful buildings and sculptures. Okay. Then you can maybe help me to find the model of St. Peter's Church that Samuel, the old farmer that lived here, once made. I am looking for it. He made a model? Yes. Oh, and you knew Samuel, the farmer that built these houses and sculptures? Yes, a long time ago. I'm just making my thesis about Samuel and his work, and other Nile builders as well. And you knew him? Mm-hmm. Then I can maybe tell you a little bit about him. Would you do that? Yes. Oh, thank you. That would be very nice. And you said you lived here with him? No, I met him once when I was young. Og berandi á bakinu, sandinn, neðan og fjöru. Sementi kom þá brábíldal, annarkvort á bát eða yfir klakkinn á einhverjum hestum sem hann fékk þá til fararinnar og svona, og allt var þetta með þessum erfiðleikum gert náttúrulega með handaflinu, og svo hann hrærði hann þetta á palli og steypti svo í svona eitt og eitt borð upp. Alltaf hann ekki verið einn fyrstur mann að kunna hagnýta sér skriðmótum, hann sló upp bara 2 eða 3 borð og svo þegar hann var búinn að fylla í þau, hann var farið að storkna það mikið í steypana, hann gæti losa næsta borð og þetta upp. Já.